Fundur settur í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis og ég vil bjóða velkomin á fundinn hæstvirtan dómsmálaráðherra, sem nú heitir innanríkisráðherra, Jón Gunnarsson. Tilefni fundarins veiting íslenska ríkisborgararéttar með lögum og við gerum ráð fyrir því að fundurinn standi til rétt rúmlega 10. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settir á forsætisnefnd Alþingis samanber 10. kafla starfsreglna fastanefndar og fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fulltrúi Pírata mun taka til máls vegna þess að fulltrúi Pírata í nefndinni, hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, óskaði eftir opnum fundi málefnið en hún því miður fjarverandi í dag. En hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir mun koma í hennar stað. Þá mun hæstv. Dómsmálaráðherra vera með stutt að framsögu málefni fundarins og að því loknum gefst nefndamönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndamaður fær orðið. Nefndamenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndamenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efni til umræðu fundarefni sín á milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Ég ætla að minna nefndarmenn og þá sem kunna að vera að fylgjast með fundi okkar á að umræðan ríkisborgararétt sem að Alþingi hefur veitt samkvæmt lögum hefur staðið í töluverðan tíma milli þingsins og ráðuneytisins og sú nefnd sem hér að störfum fekk að launum bréfaskriftir sem átt hefði sér stað milli fyrrverandi allsherjar- og menntamálanefndar og dómsmálaráðuneytisins þar sem verið var að reyna að leysa ákveðna agnúa sem upp hefðu komið eftir að fjöldi umsókna ríkisborgararétt til Alþingis hafði fjölgað mjög mikið. Því miður þá var það ekki komið í þann farveg að allsherjar- og menntamálanefnd hefði markað sér einhverja starfsreglur eða eitthvað slíkt þannig að við svolítið fengum þetta í hendurnar núna. En í ljósi þess að við gátum ekki veitt ríkisborgararétt fyrir jól eins og hefð var fyrir þá frestaði nefndin því fram til febrúar mánaðar og enn höfum við ekki þeirri stöðu að geta afgreitt málið eins og hefði fyrir. En ég ætla að bjóða hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttir að hafa smá framsögu tilefni þessar opna fundar hér með ráðherra. Já, takk fyrir. Ég hér í stað Arndísar Annu Kristínardóttur Gunnarsdóttir sem í erindagjörðum á vegum þingsins erlendis. Við erum hér samankomin til þess að ræða veitingu ríkisborgararéttar og í raun tregðu Útlendingastofnunar til þess að afhenda allsherjar- og menntamálanefnd þau gögn og þá umsögn sem að nefndin þarf til þess að geta veitt ríkisborgararétt með lögum eins og Útlendingastofnun ber að gera samkvæmt lögum. Undirnefnd allsherjar- og menntamálanefndar sem sinnir veitingu ríkisborgararéttar eða þar að segja úrvinnslu umsókna var skipuð 14. desember 2021. Þegar nefndin kallaði eftir umsóknum frá Útlendingastofnun eins og venja bárust þau svör að einungis 3 umsóknir væru frágengnar og tilbúnar til afgreiðslu þingsins. Stofnunin vísaði til bréfs sem ráðuneyti sendi allsherjar- og menntamálanefnd í júní 2021 eins og formaður kom inn á þar sem framkom að stjórnvöld hefði ákveðið einhliða að breyta sínu verklagi við undirbúning umsóknanna með þeim hætti að þær umsóknir sem bárust Alþingi til afgreiðslu á haustþingi yrðu teknar fyrir á sama hraða og umsóknir sem sendar eru stofnuninni til stjórnsýslulegar afgreiðslu. Þetta hins vegar sitt hvort ferlið, hinn stjórnsýslulega afgreiðsla og afgreiðsla þingsins. Og það vissulega rétt að stjórnsýslulega afgreiðslan hefur dregist fram úr öllu hófi en það snýst þetta mál ekki hér. Vegna tregðu Útlendingastofnunar til þess að afhenda gögnin fór allsherjar- og menntamálanefnd fram á afhendingu þeirra með vísan til 51. grein laga þingsköp Alþingis sem kveður á skýra skyldu stjórnvalda til þess að verða við slíkri beiðni þingnefndar. Ráðuneytið sagði eða lét í veðri vaka þessa málsmeðferð hefði náðst eitthvað konar samkomulag en það að minnstu kosti ekki skilningur þessara nefndar. Í umræðum við málið bæði á fundum með allsherjar- og menntamálanefnd og opinberum skrifum í fjölmiðlum ruglar ráðherra saman tvennu sem annars vegar æskilegt fyrirkomulag þinglegra meðferðar umsóknum ríkisborgararétt og hins vegar skýr krafa nefndarinnar afhendingu gagna. Nefndin hefur því talið rétt að kalla ráðherra til fundar við nefndina og þetta tilefni fundarins í dag. Til þess að byrja með ég með nokkra spurningar til ráðherra formaður. Í fyrsta lagi,
telur ráðherra Útlendingastofnun ekki bundna af fyrirmælum þingnefndar samkvæmt 51. grein laga þingsköp Alþingis. Telur ráðherra það í sínum verkahring að stýra vinnu Alþingis við afgreiðslu umsókna ríkisborgararétt. Eins spyr ég hvort að forsætisráðherra hafi komið að máli við ráðherra vegna málsins og hver svör ráðherra voru til hennar og hvort forseti Alþingis hafi komið að máli við ráðherra vegna málsins og hver svör hans voru til hans. Og að lokum hvort að ráðherra hyggist láta af fyrirmælum sínum lögbrota hálfu Útlendingastofnunar og draga tilbaka skipun sína til stofnunarinnar að afhenda þinginu ekki þessi gögn. Takk. Honum að vera með svona smá ingang en hann hefur nú þegar líka fengið spurningar en svo hafa fleiri nefndamenn óskað eftir því að leggja fram spurningar. Gjör svo vel, hæstvirtur ráðherra. Já, takk fyrir formaður. Það hefur nú verið rakið svo sem hér aðdragandi málsins sem er nokkuð langur reyndar, bréfaskriftir frá því held ég 2018 þar sem að ljóst var orðið að sú regla sem að getur við sagt vinnuregla sem við þau var og reikna var með að lögin og breytingarnar á lögunum 2018 myndi innleiða það væri þetta veiting ríkisborgararéttar með lögum frá Alþingi væri til þess að gera undantekningarregla en ekki meginregla og svo hafði þróun mála verið með þeim hætti á undanförnum árum að umsóknir sem eiga að berast til Alþingis þeim var alltaf að fjölga sem hlutfall af heildarumsóknum og þetta var komið upp í og yfir 40% ef ég man rétt árið 2020. Þetta hafði það í för með sér að þeir einstaklingar sem að voru að sækja ríkisborgararétt eftir hefðbundnum leiðum, uppfylla skilyrði lagana sem sett hafa verið það að fá ríkisborgararétt á Íslandi, að þeirra málsmeðferðartími lengdist mjög vegna þeirra forgangsröðunar og vinnureglum forgangsröðun þeirra umsókn sem áttu að berast til Alþingis. Við þetta gerði umboðsmaður Alþingis athugasemd og til stofnunarinnar ráðuneytisins sagði að þetta gengi ekki og það er á grundvelli þess sem að farið er í viðræður við Alþingi, við nefndina á sínum tíma að breyta vinnulagi, farið í breytingar á lögunum 2018 eða til að fylgja eftir breytingarum á lögunum 2018 og til þess að mæta þessu sjónarmiði gæta jafnræðis milli allra þeirra sem að sækja hér ríkisborgararétt í landinu að þá tældi stofnunin og ráðuneytið ófært annað heldur en að gæta að jafnræðisreglu. Stofnunin hefur jú þær skyldur að og er bundið af útlendingalögum, stjórnsýslulögum og stjórnarskrá í þessum efnum, eðlilega, og þar eru þetta jafnræðis reglan í hávegum höfð eins og þið þekkið. Þannig að það síðan eftir þessar viðræður við nefndina, bréfaskriftir og annað að í júní sent bréf þar sem að ég reikna með því að á grundvelli þessara viðræðna að þá sé skilningur á því að breyta þessu vinnulagi og við því bárust engin viðbrögð frá þinginu þar sem að breytt vinnulag var kynnt og því hefur verið unnið eftir því síðan. Og ég ítreka það að hér að ræða aðferð til þess að gæta jafnræðis milli allra einstaklingana sem að við erum bundin af lögum að gera og hafa gegnsæi í því að það sitji allir við sama borð. Og í þeim viðræðum sem áttu sér stað og bréfaskriftum kemur sérstaklega fram að það geti átt sér stað undantekningatilfelli sem þarf að bregðast við með meiri hraða en það séu undantekningatilfelli og þá sé eðlilegt að taka það fram fyrir til einhverja forgangsvinnslu. Þetta staðan. Hér koma spurningar frá Þórildi Sunnu sem ég reyndi að heipa hér niður hvort að Útlendingastofnun sé ekki bundin af lögum til þess að sinna sínu verkefni að sjálfsögðu og ég hef rakið það hér og það klárlega gert ráð fyrir því að Útlendingastofnun vinni gögn fyrir Alþingi, fyrir þær umsóknir sem þangað berast en það ekkert sem kveður á það í lögum að það eiga að fara fram fyrir í röðinni.
og þegar að fjöldin svo mikill sem að raun ber vitni, að þá þessi staða komin upp sem ég hef lýst og viðbröðum við henni. Þannig að Útlendingastofnun í raun og veru okkar mati ekki heimild við þessar aðstæður og á þetta hefur umboðsmaður Alþingis bent, svo ég bara ítreki það, að vera að taka einhverjar umsóknir sem eiga að berast til Alþingis fram yfir aðrar. Þegar að það að þróast yfir í það verða meginregla umfram hitt. Og það ágætt að taka það fram í því sambandi að með því að breyta vinnulagi að þá hefur tekist að stytta þennan málsmeðferðartíma úr 18 mánuðum niður í 6 mánuði. Og við erum á góðri leið með það er búið að vinna upp þennan hala og við erum á góðri leið að ná þessu í eðlilegt horf með því að breyta vinnulagi. Þórhildur Sunna spyr hér hvort að ráðherra sé að stýra vinnu Alþingis. Ég ekkert að reyna að stýra vinnu Alþingis, þetta það bara ekki í hug. Hvort að forsætisráðherra hafi rætt við mig. Við höfum ekki rætt þetta mál djúpt í forsætisráðherra, bara svo það sé sagt. Má vera við höfum svona minnst á þetta einhver tíman en þetta það hefur engin sérstakur fundur verið tekin þetta milli mín og forsætisráðherra. Hvort að ég hef rætt þetta við forseta þingsins, ég hef rætt þetta við hann meðal annars á þingflokksfundum flokksins og hvort að Útlendingastofnun ætla að láta á lögbrotum, ég bara hafna þessu og hef rakið það hér að ég tel reyndar að ef að það að vinna þetta með öðrum hætti og þeim hætti sem að Alþingi að fara fram á, að þá sé verið að knýja stofnunina í það að fremja lögbrot og jafnvel brot á stjórnarskrá. Og þannig að það verið að fylgja lögum að öllu leyti að hálfu stofnunarinnar og við það stendur. Þannig að ef Alþingi vill fá breytingar á þessu, öðruvísin að það sé gert í einhverju samkomulagi vinnulag við ráðuneytið og stofnunina, þá verður Alþingi að setja lög það að þeir sem að sækjum ríkisborgararétt til Alþingis eigi að nota forgangs fram yfir aðra sem að sækjum ríkisborgararétt. Takk fyrir þetta. Þá hafa margir nefndarmenn beðið að bera fram spurningu og ég minni háttvirta nefndarmenn á það sem ég fór yfir hér áðan að við reynum að vera stutt og skorinort og bera fyrst og fremst fram spurningar til hæstvirta ráðherra. Næstur tekur til máls háttvirtur þingmaður Logi Einarsson. Já, bara takk fyrir þessi yfirferð og það rétt að aðdragandinn hefur verið langur og ráðherra auðvitað alveg frjálst að koma hérna fram með sína söguskýringu. Samkvæmt okkar heimildum þá rétt að umboðsmaður Alþingis sendi bæði Útlendingastofnun og ráðuneytinu bréf. Það kom ekki fram í máli ráðherra sem rétt að komi fram hérna að ráðuneytið virðist ekki á að svara umboðsmanni. Það svo aftur algjörlega rétt að það getur vel verið að það eigi að taka upp annað fyrirkomulag. Það þó annarkvort þannig að ráðherra sendir tillögu að nýju frumvarpi eða breytingum á frumvarpi eða Alþingi tekur það upp hjá sér og við erum að ræða það. Þannig það algjörlega óháð þessu máli hérna. Mér langar að spyrja tvennt. Fyrsta lagi hvort að ráðherra telji sig hafa heimild til að fyrirskipa undirstofnun að viðhafa verklag sem kemur í veg fyrir að Alþingi geti farið að lögum. Og í öðru lagi þá langar mig að spyrja hvaða samskipti hafa átt sér stað milli ráðuneytisins og ráðherra og Útlendingastofnunar vegna þessa máls, hversu mikið af þeim samskiptum eru skrifleg eða skjalfest og hvort að ráðherra sé tilbúin til þess að afhenda okkur yfirlit við þau samskipti. Takk. Já, takk fyrir þetta. Ég þekki nú ekki þetta með hvort að ráðuneytið hafi svarað umboðsmanni. Þetta fyrir mína tíð og það sjálfsagt að skoða það hvort að ráðherra hafi heimild til að fyrirskipa undirstofnun eða gefa undirstofnun einhver fyrirmæli sem að koma í veg fyrir að Alþingi geti farið að lögum. Ráðuneytið hefur og ráðherra hefur klárlega heimild til þess að mælast til það í flestum tilfellum hvernig svona stofnunar haga vinnu sinni. Þetta hefur allt verið tekið auðvitað þessar ákvarðanir allar verið teknar í samráði við stofnunina og í ljósi þeirra atburðarásar sem ég lýsti ágætlega hér áðan. Og það er ekkert í þessu vinnulagi sem að koma í veg fyrir það að Alþingi geti farið að lögum. Þannig að Alþingi getur veitt ríkisborgararétt, það þarf ekki einu sinni
laga ákvæði, einhverja laga heimild til að gefa Alþingi til þess að veita ríkisborgararétt. Alþingi getur sett lögum hvað sem það vill. Þar á meðal ríkisborgararétt eins einstaklings eða fleiri. Það er bara í höndum Alþingis hvernig menn fara með það. Þannig að Alþingi getur tekið þessar ákvarðanir. Vinnulagið sem er viðhaft er það að Útlendingastofnun vinni ákveðna forvinnu fyrir Alþingi og það er ekkert í lögum eins og ég ítrekkaði áðan það að það er að taka þar einhverjar einstakar umsóknir fram yfir aðrar. Nema þá að ræða einhver alveg sérstök tilvik að þá eru menn sammála það að það veri eðlilegt að skoða það. Samskipti Útlendingastofnunar og ráðuneytisins, ég bara veit ekki hversu mikið af því er skriflegt, hversu mikið af því er á fundum. Ég hef átt fundi með stofnuninni og embættismönnum eftir að ég kom í ráðuneytið í þennan stuttan tíma og auðvitað átt fundi með ráðuneytinu. Ég hef ekki staðið í bréfaskriftum sjálfur við stofnunina en það er bara alveg sjálfsagt að láta fara yfir þetta og senda þau gögn sem að liggja þar til grundvallar. Bara örstutt að fá að fylgja eftir. Svar við fyrir spurningunni óskýrt sko. Það stendur auðvitað í lögum að Útlendingastofnun eigi að skila umsögnum og sækja umsögnum til lögreglustjóra. Það er hárrétt hjá ráðherra að hver og einn þingmaður getur lagt fram frumvarp til þess að leggja til að veita einhverjum ríkisborgararétt. Það breytir því ekki að í þessu tiltekna tilfelli sem við erum að ræða hérna þá ber Útlendingastofnun að veita umsögn og sækja eftir umsögnum til lögreglustjóra. Þannig að ég spyr aftur bara, telur ráðherra sig hafa heimild og hefur ráðherra gefið fyrirmæli sem kemur í vekk fyrir að Alþingi geti farið að lögum þessum. Þannig þetta Logi og ég ætla að gefa hæstv. Ráðherra orðið en ég held að á svona opnu fundi þá verðum við að halda okkur við það að fólk bara leggur fram sína spurningu og svo fer þá fólk aftur á mælindaskap. En hæstv. Ráðherra gjör svo vel. Mér finnst vera ákveðin misskilningur hér í gangi, Logi. Það er alveg klárt þetta lögbundna hlutverk stofnunarinnar og stofnunin er að vinna allar umsóknir með þeim hætti. Með sama vinnulagi fyrir alla umsækjendur, alveg sama hvort að þeirra umsóknir enda hjá Alþingi síðan eða hvort að þeir eru runnar í stjórnsýslunni. Og það er svo vinna sem er í gangi og vinnslutíminn er svona cirka 6 mánuðir í dag. Það er búið að koma nú niður í það. Það er ekkert sem kveður á það í lögum að það er að taka umsóknir fram fyrir í röðinni sem eiga að berast til Alþingis. Og það er ekkert í lögum sem að segir til það að Alþingi skuli veita ríkisborgararétt 2 ára ári eins og vinnulagið hefur verið, eins og hefðin eins og formaður vitnaði hér til áðans, eins og hefðin hefur verið að gera það í desember og síðan aftur á vori. Alþingi getur tekið umsóknunar bara eftir því þegar þær berast hverjum tíma, eina í einu eða 10 í einu eða hvað sem þau vilja, tekið afstöðu til þess bara eftir því sem að þetta kemur frá stofnuninni. Alþingi ræður því algjörlega hvenar það tekur þessi mál til umfjöllunar eftir að þessar upplýsingar hafa borist frá stofnuninni sem að henni ber að vinna í þágu allra umsókna sem berast einnig til Alþingis. Takk fyrir það. Þá er það hv. Þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir. Takk fyrir fundinn. Tilefnið er mikilvægt og ég þakka jafnframt ráðherra fyrir svörin hingað til. Mér langar að segja upp að mér finnst eðlilegt að umsóknum ríkisborgararétt sé að fjölga líka þeirra sem að berast til Alþingis, eingöngu vegna þess að það eru bara fleiri útlendingar á Íslandi og við sem höfum setið undir nefndinni vita að tilvikin þar sem að fólk er að sækja ríkisborgararétt eru alveg gríðarlega fjölbreytt og margþætt. Mér langar að spyrja vegna þess að nú er það þannig að Útlendingastofnun tekur gjald fyrir umsóknirnar sem að eiga að berast til Alþingis, hvort að það fylgi engin, hvað það er í raun sem fólk er að borga fyrir með því gjaldi, valla það að lenda bara ofan í skúffu eða það kostar ekki peninga að skila inn umsögnum ríkisborgararétt. Og hins vegar langar mig að spyrja út í það hvort að ráðherrann eða Útlendingastofnun hafi íhugað það að sýna meiri sveigjanleika þegar kemur á útgáfu ferðaskilríkja vegna þess að
hluti þeirra sem eru að sækja ríkisborgararétt eru að gera það til þess að geta ferðast og það hefur verið gríðarlega erfitt fyrir ýmsa hópa að fá útgefin ferðaskilríki og ég held að þar gæti mögulega verið leið til þess að létta á kerfinu að hluta, þar að segja veita annars konar réttindi og þá býður fólk bara rólegt eftir því að fá síðan ríkisborgararétt samkvæmt lögum. Já, takk. Já, það er kannski ekkit óeðlilegt á grundvelli þessi og nefnisteinun að umsóknum sé að fjölga og það eru þetta reyndin og það á við alla þætti og alla hópa sem eru nokkuð mismunandi sem að leita hér hvort sem hælis eða verndar eða þá ríkisborgararétt. Það sem aftur á móti áhugavert að skoða í ljósi sögunar í þessu sambandi að ef við tökum til dæmis bara umsóknir sem átt að berast eins og lagt var upp með fyrir lok september eða byrjun mánaðamót september-október að þá röðuðust inn umsóknir til Alþingis á þessum tíma margar af þeim frá fólki sem að í enda dagsins fengi væntanlega ríkisborgararétt á Íslandi að uppfylltum þeim skilyrðum sem settir í lögum vill fá einhverja flýtileið framfyrir í röðinni í gegnum Alþingi og margar af þeim jafnvel bara fólk sem búið að vera í mjög skamman tíma og hlutfallið af heildar þessi þróun sem sagt að hlutfallið af þessum umsóknum af heildar umsóknarfjöldanum skuli vera orðið svo hátt sem raun ber vitni að við skulum vera að horfa á það að þróunin með sömu þróun þá getum við sagt að meginreglan sé að verða svo sem hún átti alls ekki að verða að umsóknir berist til Alþingis frekar heldur en að þær fari hefðbundna stjórnsýsluleið þar sem fólk uppfyllir þau skilyrði sem settir í lögum. Gjaldtakan 25.000 krónur gjald sem rennur í ríkissjóð, ekki til stofnunarinnar. Það borgað af öllum umsóknum, ekki bara þeim sem fari til Alþingis, það bara allir sem sækjum íslenska ríkisborgararétt borgað þetta gjald og já, og þannig að það engin, menn sita þar við sama borð og þetta stendur engan veginn undir þeim kostnaði sem við hverja umsókn og þetta umtalsvert lægra heldur en gengur og gerist í öðrum löndum sem að ég hef ekki lista yfir það hver þau lönd eru, það auðvitað að láta taka það saman en samkvæmt mínum upplýsingum að þá þetta umtalsvert lægra heldur en svona gengur og gerist í nágrannaríkjum okkar. Þetta með útgáfu ferðaskilríkjanna áhugavert mál. Þetta til skoðunar og búið að boða frumvarp þetta sem sagt að það verði útbúin nýgerða nafnskírteinum sem að geti þá gilt sem ferðaskilríki allavega innan þeirra landa sem að við erum hér í Evrópusambandsins. Þannig að hvort að það verður hægt að gefa slík ferðaskilríki út án þess að fólk sé komið með ríkisborgararétt. Sé hægt að gera það meðan mál fólks ennþá í stjórnsýslulegri meðferð. Það bara þekki ég ekki. En ég hefði haldið að við getum ekki verið að gefa út ferðaskilríki til annarra landa nema til þá íslenskra ríkisborgara. Það svona það sem ég hefði haldið. Ég ætla að svo ekki útiloka að það séu til lausnir á þessu. Takk fyrir það og þá það aftur háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Takk fyrir. Ég vil bara árétta fyrstu spurninguna mína til að byrja með hvort að ráðherra telji að Útlendingastofnun sé ekki bundin af fyrirmælum þingnefndar samkvæmt 51. grein laga þingsköp Alþingis sem að liggja fyrir gagnvart Útlendingastofnun að hálfu þessara nefndar. Ég bara ítreka þessa spurningu vegna þess að það kom ekki svar við henni áðan. Ég vil líka hafa það alveg skýrt, þetta eru 2 ferli og það ekki talað þetta ekki sami hluturinn. Fólk borgar sitt hvort gjaldið fyrir stjórnsýsluleiðina og fyrir umsókn til Alþingis. Síðan heldur ráðherra því hér ítrekað fram að umsókn til Alþingis ríkisborgararétt eða það að Alþingi veiti ríkisborgararétt sé einhvers konar undanþága. Þetta rangt. Þegar ríkisborgararéttarlögin eru skoðuð mjög skýrt að Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum og síðan greininni eftir það
stendur þrátt fyrir það að Alþingi veiti ríkisborgararétt með lögum, sé Útlendingastofnun heimilt að veita ríkisborgararétt, séu öll skilyrði til ríkisborgararéttar uppfyllt. Þannig að meginreglan sú að Alþingi veiti ríkisborgararétt. Hins vegar Útlendingastofnun heimilt að veita ríkisborgararétt, séu öll skilyrði uppfyllt. Ráðherra talar að það myndast löng röð og það það sem að spurningar umboðsmanns snúast hvers vegna ráðherra hefur ekki sinnt skyldu sínum að tryggja að Útlendingastofnun hafi nægilega burði til þess að sinna umsóknum ríkisborgararétt samkvæmt stjórnsýsluleiðinni. Það breytir ekki skýrri lagaskyldu Útlendingastofnunar til þess að leita umsagnar hjá yfirvöldum sakaskrá og svo framvegis viðkomandi og gefa Alþingi og heldur ekki að afhenda þessi gögn þegar Alþingi óskar eftir. Og það algjörlega burt sér frá skoðunum ráðherra hvað honum finnst einhverja rafir hvernig Alþingi vinnur sína vinnu. Þannig að undantekningareglan að Útlendingastofnun veiti þetta. En ég endurtek spurningu mína. Telur ráðherra að Útlendingastofnun sé ekki bundin af fyrirmælum þingnefndar samkvæmt 51. grein laga þingsköp Alþingis og telur hann sér fært einhliða með bréfasendingu að breyta lögum? Takk fyrir það. Formaður minnir aftur á það sem að farið var yfir hér í upphafi að nefndarmenn beini fyrst og fremst spurningum til gesta en setja ekki fram svona almennar hugleiðingar af skoðun sín á málefninu. En hæstvirtur ráðherra, ef þú bregst við þessari spurningu frá háttvirtum þingmanni? Bara svo það sé fyrst ekki fram, ég tel mig ekki hafa með neinu bréfi verið að breyta lögum. Það ekki hlutverk ráðherrans að breyta lögum, sko. Það Alþingi sem breytir lögum. Og við teljum okkur vera 100% að framfylgja lögum og stjórnarskrá landsins. Svo ég hef rakið hér. Útlendingastofnun bundin af fyrirmælum þingsins eða beiðnum þingsins samkvæmt 51. grein þingskapalaga? Nei. 51. grein þingskapalaga á ekki við þessu tilfelli. Hún í þeim kafla í þingskapalögunum sem fjallar eftirlitshlutverk þingsins með framkvæmdarvaldinu. Hér ekki að ræða eftirlitshlutverk þingsins með framkvæmdarvaldinu, heldur hér verið að undirstofnun að vinna ákveðna vinnu fyrir Alþingi. Og þetta á ekki við í þessu tilfelli. Aðeins þetta tvöfaldagjald sem að mér Þórhildur Sunna vera að gefa í skyn að þeir þurfa að greiða sem að óska eftir umsóknir berist til Alþingis. Ég kannast ekki við það. Ég hef spurst fyrir þetta og þær upplýsingar sem ég hef fengið að það greiða allir sama gjald, 25.000 krónur, hvaða leið sem þeir fara. Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum sé meginregla. Já, þá hljóta menn að spyrja sig að því þegar útlendingalögin voru sett á sínum tíma og þegar ákvæðin fóru að koma inn það að það væri mögulegt að vísa umsóknum til Alþingis. Af hverju það var þá ekki strax að meginreglu ef það var vilji þingsins við lagasetninguna og af hverju það hefur þá ekki verið meginreglan í gegnum tíðina að Alþingi kalli til sín mest af þessum umsóknum vegna þess að þetta voru algjör undantekningatilvik og þannig var öll umræðan þessa lagasetningu á sínum tíma og öll vinna í kringum þetta bar þess merki að meginreglan sú að menn fara bara að lögum í að uppfylla skilyrði til þess að fá ríkisborgararétt á Íslandi og það afgreitt á stjórnsýslustigi. Það hefur aftur móti orðið vaxandi fjöldi umsókna eins og ég rakið sem að hlutfall af heildarumsóknum sem að fer til Alþingis að beiðni umsækjanda og það myndaði þá lengingu á afgreiðslutíma þeirra sem voru að fara lögboðnar leiðir. Það að segja fara að því sem að ég hef túlkað sem meginreglu. Og Alþingi hlýtur auðvitað við þessar aðstæður og hefði átt að vera búið að gera það reyndar fyrir löngu síðan og einhver viðbrögð hefði verið eðlilegt að hefði komið við erindi ráðuneytisins í júní í fyrra. Engar athugasemdir borist við það bréf frá Alþingi. Þar sem að rakin saga málsins farið yfir niðurstöðu ráðuneytisins og það vinnulag sem að
til stendur og ætti að taka upp og var tekið upp. Engar athugasemdir bárust frá Alþingi við þessu erindi ráðuneytisins. Þannig að ég vísa því svolítið til Alþingis hver staðan í dag. Og Alþingi svo hljóta menn að þurfa að skoða það í framhaldi af þessu, hvort að það sé meirihluta skoðun hér í þinginu fyrir því sem að Þórhildur Sunna boðar hér að það eigi að vera meginregla. Og þá teldi ég eðlilegast að það yrði þá bara regla að Alþingi tæki þennan málaflokk til sín og stofnaði hér þá bara sérstaka deild sem að væri að vinna í þessu málum, væri hér bara með skrifstofu sem var annars þessar umsóknir. Það er ekki ástæðulausu sem að þetta er samkvæmt lögum hjá þessari stofnun að vera í þessari vinnu og sinna ákveðnum skildum gagnvart upplýsingaöflun. Það er allt saman í gangi, það er allt unnið samkvæmt lögum. Það er verið að vinna þetta í réttri röð, það er verið að gæta jafnræðis og gegnsæis. Það er grundvallar atriði hér. En vilji menn breytingar á því, að þá þarf að taka það til umræðu. Takk fyrir það. Þá er hv. þingmaður Sigmar Guðmundsson. Gjörðu svo vel. Já, takk kærlega fyrir komuna. Ég vildi spyrja þessum atriði. Það kom fulltrúar ráðuneytisins fyrir þessa nefnd í desembermánuði, þar sem var verið að ræða þetta mál, og þar var nefndin fullvissuð það að hún fengi umbeðin gögn fyrir janúarlok, eða þar sé fyrir mánaðamótin janúar-febrúar. Það var alveg skýrt og það var jafnframt skýrt í samtali nefndarinnar við fulltrúa ráðuneytisins að eftir að sú framkvæmd eftir að það allt saman er gert, að þá myndum henn fara saman í þá vinnu að velta því fyrir sér hvert samhengi ætti að vera á milli þess að veita ríkisborgararétt hjá Útlendingastofnun eða Alþingi og mér langar að spyrja hvernig stendur á þessu misræmi í upplýsingagjöf frá ráðuneytinu til nefndarinnar. Það er að segja annars vegar fulltrúa ráðuneytisins og svo hins vegar það sem að hæstvirtur ráðherrann er að segja núna. Ég vildi líka aðeins kannski spyrja nánar þetta sem að Þórhildur Sunna kom inn á áðan. Það er þetta varðandi það að í 6. grein laga ríkisborgararétt þá er talað Alþingi, að Alþingi veiti ríkisborgararétt, en síðan í 7. grein, greininni og eftir, þar kemur einmitt þetta orðalag: þrátt fyrir ákvæði 7. greinar er Útlendingastofnun heimilt. Og mér langar að fá vangaveltur kannski aðeins frekar það hvernig í óskopunum er hægt að túlka þá seinni greinina, þrátt fyrir greinina sem meginreglu, en greinina sem kemur á undan sem einhverja sem einhverja svona hliðagrein sem hefur þá minna vægi í umræðunni. Og mér langar líka að spyrja þetta varðandi jafnræðið, hvort að ráðherra telji að þeir sem að sækja ríkisborgararétt til Alþingis séu að njóta jafnræðis gagnvart öllum öðrum sem hafa sótt ríkisborgararétt til Alþingis vegna þess að ferli hjá þeim núna að þessu sinni er allt annað heldur en allra þeirra sem hafa sótt til Alþingis í gegnum tíðina. Hvort að það sé eitthvað jafnræði fólki í því. Takk. Hæstvirtur dómsmálaráðherra, gjörðu svo vel. Takk. Já, þetta með að nefndin hafi verið fullvissuð að gögn myndu berast fyrir lok janúar og það sé ákveðið misræmi í því. Ég var ekki á þessum fundi þarna í desember. Ég þekki þetta ekki alveg. Ég raun bara get ekkert annað en beðist velvirðingar á því ef það hafa verið einhver misræmi í upplýsingum frá ráðuneytinu. Í þessu mér þykir það bara leitt. Ef það hefur mátt misskilja eitthvað skilaboð ráðuneytisins í þessu. Mín afstaða hefur verið alveg hrein og klár eftir að ég kom í ráðuneytið það að viðhalda þessu vinnulagi á grundvelli jafnræðis og gegnsæis. Og ég tel annars ég óeðlilegt. Ég tel nú ef að menn líti yfir ræður, málskjöl frá lagasetningum og slíkt að þá sé alveg ljóst og það vinnulag sem að var viðhaft í gegnum tíðina, þá sé alveg ljóst að meginreglan var alltaf hugsuð svo, þó að kveðið sjá þó þessi texti sem er þessum hætti í
í lögunum, það að þá tel ég að meginreglan, og þannig var vinnulagið, að meginreglan hafi verið svo. Ef að menn vilja túlka þetta sem meginreglu, að þá að umsóknir eigi að berast til Alþingis, gott og vel. Hvort þetta sé ekki bara jafn rétt átt? Jú, akkurat, ég held að þetta sé algjörlega jafn rétt átt, og það er nákvæmlega út frá því sem við erum að vinna, að þetta sé jafn rétt átt. Og er þetta jafnræði gagnvart þeim sem á undan hafa gengið? Nei, auðvitað er ekki hægt að segja það, vegna þess að vinnulagi var þannig að umsóknir sem áttu að berast til Alþingis, þær höfðu ákveðin forgang í vinnunni, en við það var ekki búið eftir að þær urðu svo stór hluti af heildar umsóknum. Þá fór að gæta ójafnræðis við þá sem að gagnvart þeim sem að voru að fara það sem ég kalla hefðbundnu leið í gegnum kerfið og bara uppfylla laga ákvæðum það. Það eru tilvik. Þannig hefur þetta, ég búin að vera hér í tæp 15 ára á þingi og þetta er oft komið til umræðu. Það eru þetta tilvik sem er mjög eðlilegt og nauðsynlegt að berist til Alþingis. Þar sem að sérstaklega voru ákvæði lögum sem að gáir stofnuninni mjög lítið svigrúm til þess að bregðast við. Einhver með umferðarlaga brot, einhver á bakinu gat ekki fengið afgreiðslu á ríkisborgararétti. Þessu var, eftir því sem ég best þekki til, breytt í lögunum, breytt með lagabreytingum 2018. 2020, já, fyrir ekki þau, takk fyrir þetta. 2020 en hefur samt sem áður og var svona ætlað að þá stemma stigu við því hvað þyrfti að vera að koma til Alþingis en á þetta hefur bara lítið reynt því að þróunin hefur verið bara í hérna áttina að það fjölgar alltaf þeim umsóknum sem fara til Alþingis og það þekkja þingmenn sem eru búin að vera hér sérstaklega kannski einhver tíma að þegar að fer að líða að þessum tímum að þá byrjar póstarnir að berast, símtölin að berast, þar sem verið að biðja þingmenn að veita liðsinni hinum og þessum sem að sækja ríkisborgararétt til Alþingis. Það myndast mikill þrýstingur. En ég ítreka það bara að ég held að Alþingi þurfi þá að ræða það hvort að það eigi að túlka þetta sem algjöra meginreglu og þá að kynna það fyrir fólki hreinlega að það eigi bara að sækja til Alþingis, að það sé ekki túlka sem einhver möguleiki þeirra einstaklinga sem eru að sækjum, heldur sé það þá bara meginregla fólk eigi að sækjum til Alþingis og þá þurfum við auðvitað að fara yfir það hvernig við högum okkar vinnu í framhaldinu. Takk fyrir þetta. Mér langar bara aðeins að bæta við í kjölfarið mitt á spurningunni hjá Sigmari, þá er það allavega alveg ljóst að nefndin leit í rauninni þannig á að það væri eitt af okkar verkefnum á þessu ári að endurskoða allavega framkvæmdina við veitingu ríkisborgararéttar. Það er ekki víst, við vorum ekki kannski öll komin að einhverju samkomulagi það hvernig þetta vera en það var svona það rætt í desember og það yrði okkar verkefni. En aftur á móti í ljósi þess að þarna lægju fyrir að mér skilst í kringum 170 umsóknir sem hefðu komið í gegnum sama ferli að þá myndum við finna leiðir til að afgreiða það eins og áður hafi verið. Bara þannig að það sé komið fram, þannig að ég held að það sé ágætt svolítið að taka umræðina svolítið tvískipta annars vegar það sem að nú þegar liggur hjá stofnuninni og hins vegar hvernig við munum kannski vilja sjá málið til framtíðar. En Eyjólfur Árnason, gjör svo vel. Ármannsson, afsakið. Já, sko það er massa að spyrja, en varðandi með meginregluna, þá er hún alveg skýr, Alþingi veitir ríkisborgararétt með lögum. Það er annars að spyrja sig hvor er eldri stofnun, Alþingi eða útlendingastofnun. Þetta var alltaf þannig og þetta er í Danmörku þannig, Alþingi þingi, danska þingi veitir rétt og það hefur verið þannig áður en svo er stofnun útlendingastofnun sem það liggur fyrir. Mér langar að spyrja ráðherrum það, nú er þetta tvöfalt kerfi, við veitum ríkisborgararétt með lögum og stjórnvaldsákvörðun. Umboðsmaður, hann fjallar tafir í meðferð hjá útlendingastofnun varðandi umsóknir sem eru til stjórnvaldsákvörðunar hjá útlendingastofnun. Hann fjallar ekki um það þegar verið að veita ríkisborgararétt með lögum og það kemur ekkert fyrir það, en hann hins vegar setur ofan yfir ráðuneytið eða fer fram á það skoði málsmeðferðina hjá útlendingastofnun og mér er að spyrja þetta í jafnræði og segir að Alþingi sé bundið að lögum, Alþingi á að fara að lögum og stendur í greininni hjá líka
að stækkandi hópur fær ríkisborgararétt með lögum frá Alþingi án þess að uppfylla skilyrði laga. Sko, hvaða lögum Alþingi Íslendinga bundið þegar það veitir ríkisborgararétt með lögum? Það setur lög, sem við hafa það alveg á hreinu. Og hvar stjórnsýslumeðferðin sem að ég get ekki annað séð að það að tala að fara fram fyrir röðina, umsækjandi sækir ríkisborgararétt hjá Alþingi og umsóknir koma til Alþingis. Ég hef heyrt það tvisvar sinnum að hæstv. Ráðherra tala að umsóknir eigi að berast frá Útlendingastofnun til Alþingis, umsóknir áttu að berast til Alþingis. Þetta eru umsóknir, umsækjendurnir senda bréfið, stílað á Alþingi, það fer til Alþingis. Það hjá Alþingi. Það bara í vörslum Útlendingastofnunar. Og mér langar að spyrja, hvernig það á þetta með VIP-meðferðina? Alþingi getur gert hvað sem Það veitti Bobby Fischer VIP-meðferð, við getum kallað það. Við getum kallað allt VIP-meðferði sem það hjá Alþingi. En það sett með lögum. Mér langar að spyrja hæstv. Ráðherra því, hvar stjórnsýslumeðferðin í málinu til undirbúningslaga hjá Íslandi, hérna á Alþingi Íslendinga, þegar veittur ríkisborgararéttur með lögum? Lítur ráðherrana svo á að umsagnir Útlendingastofnunar séu stjórnsýslumeðferð, að umsagnar þegar Útlendingastofnun veitir umsögn umsagnar sem þeim ber að gera samkvæmt lögunum, lítur ráðherrann á það, og ég get ekki skilað öðruvísi en hann geri það, hann líti á umsagnir Útlendingastofnunar sem hluta stjórnsýslumeðferð, hluta stjórnsýslu ákvörðun. Það undirbúningur? Það ekki undirbúningur undir stjórnsýslu ákvörðun. Undirbúningur undir löggjöf ekki undirbúningur undir stjórnsýsluákvörðun. Og ég mun óska eftir lögfræðiáliti með þetta seinna, en skilur ráðherrann þannig af hlutverk Útlendingastofnunar þegar veitir umsögn að það sé ekki undirbúningur undir lög frá Alþingi að veita ákveðnum einstaklingur ríkisborgararétt, heldur að hann blandi þessu saman við meðferðina hjá Útlendingastofnun. Það að ráðherrann sé að blanda saman þessu tveimur ferlum í eitt ferli. Takk fyrir. Hæstvirtur ráðherra. Já. Alþingi veitir ríkisborgararétt, eldri stofnun heldur en Útlendingastofnun. Þetta hefur auðvitað bara ekkert með þetta að gera, eins og ég sagði hér í upphafi. Alþingi getur tekið ákvörðun lagasetningu nánast hvað sem Þarf auðvitað að gæta af því að það brjóti ekki í bága við sérstaklega stjórnarskrá lýðveldisins. Þannig getur Alþingi sett lögum ríkisborgararétt eins og fordæmin sína. Þess vegna á nokkura skoðunar. Alþingi þarf ekki að framkvæma, ef að það kýs svo, skoðun á þeim sem það veitir einhvern ríkisborgararétt, ef það er gert með lögum. Það þarf ekki einu svona að taka það fram hér í lögum. Alþingi hafi þessa heimild. Alþingi bara þetta heimild og ræður bara sínu verklagi í því. Já, þetta tvöfalt kerfi að því leyti til að fólk getur sótt annars vegar að fara eðlilegu stjórnsýsluleið og hljóta ríkisborgararétt samkvæmt þeim ákvæðum sem að gilda í útlendingalögum, uppfylla þau, eða það getur sótt beint til Alþingis og þá ber stofnuninni að vinna ákveðna grunnvinnu fyrir Alþingi og skila Alþingi ákveðnum upplýsingum, leita eftir því sem þar kemur fram. Þannig að það ekki tvöfalt kerfi að mínu mati. Það sama ferlið og allir fara í. Það jafnræði í því gagnvart öllum. Kjósi aftur Alþingi að fara fram hjá því og bara fá umsóknirnar til sín án þess að þessi vinna hafi farið fram og bara veita ríkisborgararétt á þeim forsendum sem að það kýs, þá getur það gert það. En stofnunin að vinna allar umsóknir í sama ferli, hvort sem að þær að fara hefðbundin leið eða til Alþingis. Umboðsmaður gerði þessa athugasemd gagnvart þessum langa biðlista hjá Útlendingastofnun. Það alveg hárrétt. Þessi langi biðlisti var komin til af því, eins og ég raki hér áður, að vaxandi hlutfallafjöldi umsókna var átt að berast Alþingi. Það þýddi það að samkvæmt vinnulaginu eins og það var viðhaft af því að menn töldu og
unnu þetta alltaf samkvæmt því að þetta væri undantekningarreglan, að þá voru hinir sem voru að fara hefðbundnuleiðina, færið aftar í röðina og málsmeðferða tími þeirra fóru böndunum og algjörlega óásættanlegur. Það þess vegna sem að við tökum þessa ákvörðun að breyta vinnulagi þannig að allir gæti jafnræðis. En ég ítreka það bara að það er mín skoðun, eins og ég sagði í grein sem ég skrifaði og einhver ykkar hafa vitnað í ræðum, að það er ákveðin VIP meðferð, ef við getum notað það orð, eins og smekklegt og það er. En og Bobby Fischer, sem að fékk ríkisborgararétt ef maður rétt 2005, fór í mjög mikla hraðleið í gegnum kerfið. Ég er ekki viss Útlendingastofnun hafi verið beðin þá eða dómsmálaráðuneytið á þeim tíma. Það hafi verið beðið þá að skoða eitthvað sérstaklega í kringum Bobby Fischer. Þannig að það var bara gert með lögum og ég held meira að það hefði engin mótað hvað hefði verið gegn því á þingi. Ég var reyndar ekki komin á þing en ég gef mér það og þetta þannig var þetta alltaf í umræðinu, þannig var þetta praktiserað og svo breytist þetta og þá verðum við að breyta þessu til að gæta jafnræðis í vinnu stofnananna gagnvart einstaklingum. Takk fyrir það. Nú er svo komið að klukkan er orðin 10 en enn eru hér 5 þingmenn sem hafa óskað eftir því að taka til máls aftur. Það er allt þingmenn sem hafa þegar tekið til máls. Þannig að við getum teygt fundin örlítið en ég ítreka að það er örlítið. Það er eiginlega til 10 mínútur yfir 10 í mesta lagi vegna þess að hér þarf fólk svo að fara að undirbúa sig fyrir að þingfundur hefst 10:30. Þannig að ég ætla að biðja háttvirta þingmenn að stytta mál sitt mjög og beina fyrst og fremst spurningum og ég verða að biðja hæstvirtan ráðherra líka að stytta mál sitt í svörunum. Skal gera það formaður en bara ég tek það fram að sko ég get verið hér slengi og nefndin kýrs og hér alveg tíma áfram en það er bara líka velkomið að koma aftur. Já, því við munum án efa fá hæstvirtan ráðherra aftur til okkar en hvort það verði nákvæmlega svona fundur eða ekki. En háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég vil bara í fyrsta lagi að það sé algjörlega skýrt að veitingavald ríkisborgararéttar liggur hjá Alþingi og það er Alþingi sem veitir ríkisborgararétt með lögum og þar leiðandi þá er það Alþingi sem ákvað að útvista einföldum málum þar sem öll skilyrði til ríkisborgararéttar eru uppfyllt til Útlendingastofnunar og það er Alþingi sem ákveður þetta verklag. Og þess vegna gefur Alþingi Útlendingastofnun heimild eins og er skýrt orðað í 7. grein ríkisborgaralagana til þess að veita ríkisborgararétt séu lögum ríkisborgararétt og skilyrðin þar uppfyllt. Það er hins vegar algjörlega skýrt ráðherra, það er algjörlega skýrt af 7. grein að áður en umsókn ríkisborgararétt er lögð fyrir Alþingi skuli Útlendingastofnun fá hana umsögn lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda og gefa umsögn umsóknina. Og ég vil bara fá það alveg skýrt frá ráðherra að hans afstaða sé sú að Útlendingastofnun eigi ekki að fylgja þessari lagagrein, annarri málsgrein 7. greinar laga ríkisborgararétt og vinna þessar umsóknir fyrir Alþingi eins og Alþingi er búið að ákveða að vinna þetta vegna þess að það er svo sannarlega meginreglan þótt að Alþingi hafi ákveðið að útvista ákveðnum atriðum til Útlendingastofnunar þá er það Alþingi sem fer með veitingu ríkisborgararéttar og stjórnar því hvernig þetta verklag er, ekki ráðherra. Þannig ég vil bara fá það alveg á hreint að ráðherra ætlar að segja Útlendingastofnun og ætlar að viðhalda sínum fyrirmælum gagnvart Útlendingastofnun að fylgja ekki lögum og verða ekki við ósk Alþingis að fá þessa umsögn afhenta og að fá umsögn frá lögreglustjóra á dvalarstað umsækjanda. Ætlar hann að standa í vegi fyrir því að Útlendingastofnun fylgi annarri málsgrein 7. grein laga ríkisborgararétt. Takk fyrir þetta. Ég verða að ítreka aftur að stytta mál okkar og kannski við erum svona farin svolítið í endurtekningu hérna í næsta hring en ég bið ráðherra, hann er búin að bregðast við þessu einhverju hluta og ég held að hér
vaði enginn í vill það. Það réttur þingsins að veita ríkisborgararétti. Það marg ítrekað, það stendur greinilega í lögum og ég held að við þurfum ekkert að deila það. En og það þarf ekki einu svona fjalla sérstaklega í lögum. En sko, Alþingi hefur ákveðið að vísa einföldum málum til stofnunarinnar til þess að þetta fari gegnum hið lögbundna ferli sem að krafist til að fá íslenskar ríkisborgararétt. Það hlýtur að vera til umhugsunar þá í því sambandi og þessi tala nefnd hér með ákveðnum fyrirvara en ég held að hún sé rétt hjá mér. Að yfir 80% af þeim umsóknum sem að óskað eftir og berast til Alþingis frá einstaklingum sem að öðru jöfnu hefðu hlotið íslenskan ríkisborgararétt eftir að framfylgja bara kerfið. Þess vegna má kalla ég þetta einhverja forgangsröðu þegar að svo stórt hlutfall af umsóknunum hefði augljóslega fólk sem að augljóslega hefði hlotið íslenskan ríkisborgararétt að uppfylltum þess skilyrðum sem kveða á lögum. 6. greinin segir til það hvaða upplýsingar hverja upplýsingar stofnunin eigi að afla fyrir Alþingi varðandi þær umsóknir sem þangað berast. Stofnunin að fylgja þeim lögum. Hún að vinna þessa vinnu. En hún að gera það í jafnræði gagnvart hinum umsækjendum. Hún ekki að setja lengur út af því sem hér hefur áður komið fram umsóknir sem eiga að berast Alþingis í forgangsraða umfram aðra. Og ég tel reyndar að þegar að þingið óskar eftir því við ráðuneytið eða stofnunina að fara að taka hér fram fyrir í röðinni umsækjendur sem að jafnvel bara nýlega eru búin að skila inn umsókn íslenska ríkisborgararétt, að þá sé verið að biðja ráðuneytið, ráðherrann og stofnunina að brjóta lög og jafnvel stjórnarskrá. Og ég bið bara þingið að íhuga það og hvet hér eins og þig Eyjólfur til þess að fá lögfræðilegt álit á þessu. Þetta staðföst skoðun okkar og ég ætla ekki að taka þátt í því. En þið getið sett á mig lög sem að segja mér að gera það með þessum hætti. En það ekkert í lögur sem kveður á það í dag. Og þar stend ég. Takk fyrir það. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir, háttvirtur þingmaður, hafði ekki fengið orðið áður þannig að ég hleypi henni nú hér að. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég vil þakka ráðherra fyrir komin á þennan fund og svara spurningum okkar. Eins og hefur komið fram á þessu fundi þá vandamál nefndarinnar helst það sem að snýra umsóknunum sem við erum að óska eftir núna. Þannig að bara hver skoðun ráðherra á því að nefndin að gera í sambandi við þær umsóknir sem liggja nú þegar fyrir og nefndin vill taka fyrir núna? Ok, þetta mjög góð spurning. Það hafa átt sér stað viðræður milli nefndarinnar og embættismanna og milli undirnefndarinnar og embættismanna. Og ég veit að það fættust hjá formanni undirnefndarinnar Birgi Þórarinssyni ákveðnar tillögur sem voru bornar þar upp til þess að reyna að koma með ákveðna málamiðlun í þessum málum. Það að segja, taka allar þær umsóknir sem nú þegar búið að vinna á þessum 170 eða 171, taka þær allar til afgreiðslu strax, fara yfir listan og eða væru þarna það sem ég kalla þessi undantekningaatriði, það verður mjög brýn mál sem eðlilegt væri að bærast til Alþingis. Það geta verið margvíslegar ástæður fyrir því að það sé mikilvægt, mál sem að geta haft verulega áhrif á fjölskyldu, hagsmuni og hagsmuni einstaklinga. Þannig að menn vildur hafa því í gegn og eins að þingi geti komið einhver einstök nöfn sem að það hefði, að þingmenn með einhver einstök nöfn sem að það hefði upplýsingar að bæra hraða og tekið til umfjöllunar. Það var ákveðið málamiðlun. Þannig hefði einhverju tugir umsagna komið til þingsins núna og þið getur verið búin að fjalla það og ákveða það. Samkvæmt málsmeðferðartímanum eins og hann í dag, að þá má reikna með því að allar þessar 171 umsókn hafi hlotið málsmeðferð hjá Útlendingastofnun fyrir lok mars. Það ekki lengra í það. Það þessi 6 mánaða frestur eða 6 mánaða málsmeðferðartími sem í gangi í dag. Það eins og ég kom inn á áðan, það ekkert sem kveður á það í lögum, það þingið sem ákveður það hvenær það tekur þetta til málsmeðferðar. Takk fyrir það. Steinunn Þóra Árnadóttir, háttvirtur þingmaður, gjörðu svo vel. Já, takk.
bara fyrst varðandi ferðaskilríki. Sá sem komið með Íslands vegabréf þarf ekki ferðaskilríki. Þannig að ég vil bara beina þið til ráðherrans að taka það mál til ég skoða þetta er bara góð ábending, Steinunn. Takk fyrir það. Ég að velta fyrir mér, af því að hér eru bara fleiri útlendingar, hvort að það getur verið að við höfum ekki fylgt því eftir að hafa hreinlega fleira starfsfólk til þess að sinna þessu málum, því að eðlilega þarf fleiri til þess að vinna í málunum svo að það sé gert með á sómasamlegum hraða, hvort sem þú ert að sækja til Alþingis eða færð ríkisborgararétt með lögum. Og svo langar mig að spyrja út í, hefur ráðuneytið eða Útlendingastofnun farið í einhverja vinnu í að kynna það hvernig fólk fær ríkisborgararétt samkvæmt lögum? Eðlumál samkvæmt gerist það 2 á ári að það eru fluttar fréttir af þeim sem fá ríkisborgararétt í gegnum Alþingi. Margir halda hreinlega að þetta sé eina leiðin til þess að fá ríkisborgararétt og sækja þess vegna hérna en hefðu kannski eðlumál samkvæmt ætti að sækja hinum einn. Þannig að mér langar að vita, er einhver vinna í gangi til þess að greiða úr þessu? Því ég held að það skiptir líka máli upp á það að bara við viljum að fólk sem að geti öðlast sér ríkisborgararétt með sem skilvirkustum hætti. Takk fyrir það, ráðherra hæstvirtur. Má ég biðja þig að ég skal stytta mál mitt. Nei, ég ætla að fá að taka svo við getum klárað þessu umferð því við erum að reyna út á tíma. Háttvirtur þingmaður Logi Einarsson, loka spurning. Þetta er nú ekki spurning að við setjum okkur lög á ráðherra eins og hann myndist á þetta, miklu frekar spurning að ráðherra sem starfar í umboði Alþingis fari að lögum. Og að því að Sigmar Guðmundsson spurði hérna og myndi á fund ráðuneytisins þar sem að því var lofa að þessi gögn kæmi fyrir 1. febrúar, þá svaraði ráðherra því að hann hafi verið skýr og harmaði þennan misskilning. Má ekki skilja þau svör hans þá þannig að hann hafi beinlínis beint til eða fyrirskipa Útlendingastofnun að afhenda ekki gögnin eins og henni bara að gera. Og þetta krefst ekki annars heldur en bara já eða nei. Takk fyrir það. Ráðherra tekur þetta niður, þá það Sigmar Guðmundsson, gjör svo vel. Já, takk fyrir svörin hingað til. Ég ætlaði bara svona aðeins að fá að velta því upp hérna úr því að ráðherra, ef ég skil hann rétt, telur að Útlendingastofnun sé þannig bundin á lögum og stjórnarskrá og hún geti ekki gert þetta með öðrum hætti heldur en hann að tala fyrir. Þá velti ég því fyrir mér hvort að Útlendingastofnun og aðrir þar undir hafi þá verið að brjóta lög og stjórnarskrá hingað til áður en að kom að árinu núna, hvort að það hafi orðið einhver skil þarna sem að ráðherrann geti útskýrt fyrir okkur, því að ég held að þessi aukning í fjölda, ef að það á að vera einhver skurðpunktur, þá þurfum við að ræða kannski aðeins betur hvar sá skurðpunktur liggur. Þannig að hérna, ef þetta er lögbrot í dag, var þetta þá ekki lögbrot í gær og í tíð fyrirverandi ráðherra, forverið eins í starfi. Og síðan langaði mig bara að spyrja, úr því að þetta mál í svona miklum hnút, af hverju gerum við þetta ekki bara eins og fólk mátti hafa svona vissu að yrði gert, þeir sem sækja að þeir myndu sæta sömu meðferð og hafi verið hingað til. Af hverju gerum við þetta ekki bara þannig núna og förum svo í að athuga breytingar á fyrirkomulaginu frekar heldur en að vera hér með eitthvað stríð á milli Alþingis, ráðuneytisins og Útlendingastofnunar. Takk fyrir það og síðustu það Eyjólfur Ármannsson. Já, takk fyrir. Ég get ekki annað skilja það en hæstvirtur ráðherra sagði það að umsóknir Útlendingastofnunar séu hluta stjórnsýslu meðferð. Ég get ekki skilja svarið öðruvísi. Og það virðist vera að þessi umsóknir til Alþingis blandað saman við umsóknir til Útlendingastofnunar. Það að segja, fólk sem sendir, það ekki sem banna fólki að sækja báðum stöðum. En það umsóknir sem sendað til Alþingis, það settir í bunkan með umsókn til Útlendingastofnunar. Svo ég skilja það rétt, sem ákvörðun undir stjórnvaldsákvörðun. Og mér langar að spyrja ráðherrana því, og þetta bara hluti sem ég gjörsamlega skil ekki. Undirbúningur undir löggjöf ekki stjórnsýslumál. Það ekki undirbúningur undir stjórnvaldsákvörðun, svo það liggi alveg fyrir. Og það að ráðuneytið Útlendingastofnun sjáu ofsjónir yfir því að það gangi hratt og vel hjá Alþingi Íslendinga að setja lög sem veitir einstaklingum ríkisborgararétt, það eitthvað sem ég skil ekki.
bara segja, og það kemur raunverulega ráðuneytinu ekki við ef Alþingi setur lög, eða Útlendingastofnun við að við skulum vera hér alþingismenn að setja lög sem að veitir einstaklingum ríkisborgararétt, svo það sé líka alveg fyrir. Mér langar að spyrja ráðherrana því, hvaða lög er verið að brjóta? Er verið að brjóta stjórnsýslulög? Er Alþingi að brjóta stjórnsýslulög? Hver er það sem er að brjóta stjórnsýslulög? Er það Útlendingastofnun sem er að brjóta stjórnsýslulögin með því að veita okkur umsögn? Að veita okkur upplýsingar svo að við getum sett lögin að veitingu ríkisborgararéttar til einstaklinga. Og hvernig geta lög frá Alþingi brotið jafnræðisregluna? Eða þá undirbúningur til lögum, hvernig getur það brotið jafnræðisregluna? Takk fyrir þetta. Þá eru öllum spurningum hér komið á framfæri og hæstvirtur ráðherra, ég bið þig eins og kostur að stytta málið, en hér eru fengið nokkrar svona loka spurningar, en þá eru það svona loka orð hæstvirtur ráðherra, gjör svo vel. Það var Steinunn og það ekki sem að fyrst höfum við brugðist við þessu Steinunn, þessu aukna álagi að það hefur fjölgað starfsmönnum hjá stofnuninni og með þessu breytta vinnulagi þá teljum við reyndar að við séum komin niður undir svona ásættanlega málsmeðferða tíma. Það er að segja að það liggi fyrir innan 6 mánaða eftir að umsókn berst hvort að fólk fær ríkisborgararétt eða ekki og það getur síðan eðlilega kært úrskurðin til ráðuneytisins eða sent umsóknina eða umsóknin sé send til Alþingis. Ráðherra farið að lögum, segir Logi. Já. Já, sko, það hefur verið alveg skýrt að minni hálfu að fylgja eftir þeirri niðurstöðu ráðuneytisins sem kynnt var þinginu í síðasta bréfi í júní í fyrra. Við því bréfi fékk ráðuneyti engin viðbrögð. Það var ekki hægt að skilja það öðruvísi heldur en þá þannig að Alþingi væri sammála því vinnulagi sem þar var farið yfir, sem var kynnt í kjölfar mikilla samskipta í langan tíma, yfir langan tíma, bæði funda og bréflega. Og þannig að ég bannaði stofnunin ekki afhenda neinn gögn, sko. Ráðherra hefur ekki bannað stofnunin að afhenda neinn einustu gögn, bara svo það sé sagt. Auðvitað ekki. Ef ég færi að gera það, þá væri ég að ganga á svig við þau lög sem þetta gilda. Stofnunin á að vinna ákveðnar upplýsingar fyrir nefndina, fyrir Alþingi, og hún er að gera það samkvæmt lögum og samkvæmt bestu málsmeðferð gagnvart stjórnskipun og lögum okkar. Sigmar, hefur þá nefndin brotið áður eða stofnunin brotið áður lög? Já, ég meina eins og ég hef sagt hér fyrr, sko, það var alltaf að umsóknir færu til Alþingis var undantekningar. Þannig var vinnulagið og að vera í gegnum árin. Og menn töldu það að þetta hefði ekki svo mikil áhrif, þetta hafði ekki svo mikil áhrif á hina umsækjendum, vegna þess að þetta voru tiltölulega fáar umsóknir. Og þetta vannst bara eðlilega og hafði ekkert áhrif á að tefja. Þegar að hlutfallið er oft orðið svona hátt af heildar umsóknar fjöldanum, að það er farið að tefja umtalsverð svo mánuðum skiptir aðrar umsóknir og við fáum athugasemdir og ábendingar frá umboðsmanni þess vegna, þá verðum við að breyta vinnulaginu. Þannig ég held að menn hafi nú ekkert vendilega verið að brjóta, sko, lög vegna þess að þetta gekk tiltölulega greitt fyrir sig, en svo þegar þetta hlutfall fór að breytast, þá er þá sem að vandamáli fer að birtast okkur. Og Eyjólfur, já, þú vilt meina að ég sé að rugla hér saman, sko, undirbúningi á lögum og bara því að umsóknum sem fari gegnum stjórnsýslukerfi. Ég tel mig ekki vera því. Ég held að það hafi komið algjörlega skýrt fram hjá mér hér á þessum fundi. Ég tel að Alþingi geti þessuna fram hjá öllum stofnunum, öllum ráðuneytum, tekið hér upp mál einstaklings og veitt honum ríkisborgararétt með lögum. Við erum ekkert að fikta í því. Við erum að gæta bara því
að þeir sem að sækja ríkisborgararétt og eins og framkemur á heimasíðu stofnunarinnar þegar þeir sækja að þá geta þeir óskað eftir því að vísa umsókninni til Alþingis, en hún hlýtur sömu málsmeðferð og allar aðrar umsóknir á stjórnsýslustigi. Og við teljum að ef við ættum að fara að mismuna því í ljósi þeirra reynslu sem að komin var á það eftir að þetta hlutfall hækkaði svona mikið, að þá værum við farin að brjóta lög gagnvart þessum einstaklingum. Við værum ekki að gæta jafnræðis gagnvart þeim. Takk fyrir þetta, hæstvirtur ráðherra. Ég vil geta þess að vegna þess að hæstvirtur ráðherra nefnir þetta bréf sem hér var sendt í júní. Þá var auðvitað önnur allsherjar- og menntamálanefnd að störfum og eins og ráðherra þekki vel að þá eru annir hér miklar í byrjun júní og það er rétt að það barst ekki engin viðbrögð við bréfinu sem slíku. Þess vegna fekk þessi nefnd þetta svolítið í fangið. Ég vil líka bara nefna það að ég hef persónulega fullan skilning á verklagi Útlendingastofnunar hvað varðar það að taka umsóknir í tímaröð. En eins og hæstvirtur ráðherra kom hér inn á áðan að það væri hægt að senda þær svona eftir því sem það vinnst hjá stofnunni. Það er alveg ljóst að það verklag hendar ekki þessari nefnd og Alþingi Íslendinga að fá inn hér 2 til 3 umsóknir eða eitthvað á mánuði. Þannig að þess vegna held ég að þessu samtali verði að halda áfram. Ég held að við þurfum hér í þessari nefnd og vonandi í góðu samstarfi við dómsmálaráðuneytið að komast að niðurstöðu það hvernig verklagi er best háttað til framtíðar. En það breytir auðvitað ekki þeirri stöðu að við þurfum að afgreiða þessar umsóknir sem að bárust hér á sínu tíma, 170 umsóknir, og eins og hæstvirtur ráðherra segir að þá er 6 mánaða vinnslutími hjá stofnuninni. Það er að styttast í það, já. Ég myndi óska að það myndi ganga greiðlega fyrir sig að klára það og undirnefndin gæti hafi störf sem fyrst til þess að fara þá yfir þær umsóknir sem þegar hafa verið afgreiddar og ítreka hér vilja okkar til að sjá þær umsagnir sem fyrst. En á sama tíma mikilvægi þess að við finnum einhverja framtíðarlausn því auðvitað getum við ekki staðið í þessu þjarki hér í framtíðinu það hvernig á að veita ríkisborgararétt. En að þessu sögðu, hæstvirtur ráðherra, þá þakka ég kærlega fyrir komin á fundin og vænti þess að við munum sjá þig hér oftar í umræðum þessi og önnur mikilvæg mál sem eru á þínu og okkar borði. Ég þakka sömuleiðis bara fyrir fundin og ítreka það. Ég er tilbúin að koma að ræða þessi mál og önnur við ykkur hvenær sem er. Ég lýsi líka yfir eindregnum vilja okkar til þess að ná einhverju niðurstöðu í þetta mál og minni bara á þá tillögu sem að ráðuneytisstjóri og formaður undirnefndarinnar voru búnir að viðra og formaður undirnefndarinnar hélt að væri meirihluti fyrir en skilaboðin komu síðan tilbaka. Það er bara allar 171 umsóknin eða engin. Það eru síðustu skilaboðin sem við fengum þaðan. Þannig að það er örugglega hægt að fara að taka 20 umsókna til umfjöllunar núna eða næstu dögum bara á grundvelli þess að það er búið að vinna þær og eins og ég segja örugglega tilfelli sem er eðlilegt og sjálfsagt að sé skoðað þar sem aðstæður eru erfiðar. Skulum einhenda okkur í það. Þakka ég fyrir komuna og ég þakka fundamönnum fyrir fundarsetuna. Já, en fundi er slítið þar að segja þessari útsendingu og opnu fundi.